Einn morguninn leið Högna Hinriks svo undarlega hann vaknaði. Hann fann til einhvers tómleika og vissi ekki almennilega hvað hann ætti að gera. Hann hélt að þetta lagaðist kannski ef hann fengi sér gungu. En svo var ekki. Honum datt ekkert ráð í hug. En skyndilega heyrði hann hljóm úr fjarska. Hér var hljómsveit á ferðinni, en hreint engin venjuleg hljómsveit. Þetta var sirkushljómsveit. Sirkus myndi einmitt geta mér lundina, hugsaði Högni Hinriks með sér. Þarna liku trúðar, selir, loftfimleikamenn, ljón, tígristýr og kraftlyftingamenn listir sínar. Mikið var þetta allt spennandi. Hvers vegna mitt líf ekki svona spennandi, hugsaði Högni. Og hann sá sjálfan sig í anda sem stjörnu í sirkus og áhorfendaskara sem stóð á öndinni við dirfskufullum dáðum hans. Hann sá sig í anda fljúgandi á slá. Eða kannski til að ég vil að steppa á línu. Eða hann inni það ótrúlega og skemmtilega afrek að verða fyrstur allra katta til að losa sig úr spennutreyju í háloftum. Á meðan hann blístraði, ríktu Bretland. Kannski voru þessi afrek of mikil fyrir lítinn kött sem var þar að auki byrjandi. Hann lenti þó brátt á jörðin aftur. Ég ætti víst að byrja okkur auðveldara, hugsaði hann. Kannski lét honum betur að temja. Seli, fíla og ljón. Ljón! Hann hafði gleymt þeim. Það hentaði örugglega ekki litlum ketti að stjórna þeim. Hann hugsaði sín ráð. Nú veit ég get selt aðgöngu með það einmitt verk sem hæfi byrjanda. Hann flýtti sér á fund sirkustjórans. Hann var svo annars hugar að hann tók ekki eftir stiga við tjaldið og gekk beint á hann. Hann var allur þakinn málningu og skuggalegur útlits og málarinn var öskureiður af því að fatan hafði lent á hausnum á honum svo hann sá ekki neitt. Högni Hinriks flúði undan honum inn í tjaldið og skyndilega var hann staddur á sviðinu þar sem trúðarnir voru að æfa sig. Þeir héldu að hann og málarinn væru með gamanatriði og vildu endilega hafa þá með. Þeir hömuðust með Högna, fleygðu honum á milli sín, sprautuðu á hann vatni og veltu honum meira upp á hveiti. Hann var alveg ruglaður. Hann vissi ekki hvaðan á hann stóð veðrið. Hann settist andartak niður til að hugsa. Þá vissi hann ekki fyrr til en honum var kastað upp í loftið. Svo hann flaug út úr tjaldinu. Högna Hinriks varð hugsað til þess að sennilega var margt annað mikilvægur í lífinu en spenna. Svona glæsilíf, hugsaði hann, ekki annað en draumórar. En í veruleikanum endast loftkastalar illa. Hann lét sér þessar heimspekilegu hugleiðingar nægja og sneri aftur heim reynslunni ríkari.